eða gert hann tveggjasta sigur á Keflavík í kvöld eftir 4 töp núna sem endið farið inn í jólafríði 4 töp á baki. Það hlýtur að hafa verið svolítið svona þungu fargi léttir. Já, þú veist, þetta er alveg það er alveg léttir að klára hann að leik sérstaklega eins og hann endaði og þetta var svona jafnt og þú veist, í 38 mínútur fannst mér við vera svona haldandi í tauminn á leiknum og svona vorum að stýra tempóinu en undir lokin þá svona fór á spennustigið hátt og þeir náttúrulega setja þarna stór skot. Ígor Maric er náttúrulega bara búinn að vera sjóðandi heitur hérna sé einhverjum síðustu 4-5 leikjum, einhverjum 70% í þryggjasta, þannig að hann þarna opnaðist eitthvað einu sinni tvisvar sko. En já, bara þetta er vel orðað hjá þér, Davíð. Þungu fargi er á okkur létt að vinna en þetta er náttúrulega bara 1 sigur í jafnri deild. Ræðum eins og loka sekúndur aðeins, þið hefur svona aðeins loðað ykkur að vera að reyna að kasta frá okkur leikjum. Já, þú veist, og það er alveg, þú veist, það er náttúrulega valsleikurinn, það var jafnleikur sem að fór ekki vel fyrir okkur eins og alltaf þessu Haukaleikurinn sem við svo bara sóttum. Þannig að hafa komið leikurinn sem við sóttum, þannig að hafa komið líka leikir sem við höfum unnið undir lokin. Þetta hefur svona verið með svona, þú veist, það voru kannski svona, þú veist, það eimdi eftir af einhverju, þú veist, ég meina Hattaleikurinn síðast, þá vorum við betra lið í 38 mínútur og þeir náðu að klára leikinn. Þú veist, þá kemur alltaf þessu hugsundi, bara þessu mannleg og ferð að pæla, þú veist, þetta gerast aftur. En okkur tókst að standa þetta á okkur, það má kannski líka segja, þú veist, það voru svona bara varnarskemað hélt og svo líka bara, þú veist, bufferinn var ansi góður. Þegar komu stóra körfur á þeim, þú veist, Dimitri setti þarna þrist til að setja upp í 7, það voru svona, þú veist, við stóðum af okkur og vorum með buffer komið svo upp í eitthvað 13 stig, svo 15 stig í 3. leikluta. Þannig að bufferinn var fínn en auðvitað, þú veist, viljum við að landa leikjunum á öruggari hátt en við tökum sigurinn. Svona fyrir mína bara 30 sekúndna greiningu. Þegar þið eru komin í 70 stig niður, þá eru þið duglegir eftir það, koma ykkur á línuna, hægja hans á leiknum og þið passi bolta miklu betur heldur en að gera því fyrir okkur. Já, ég held að það sé bara rétt hjá þér og það er náttúrulega munað það í þú veist að Justin James er mjög góður að fara á hringinn og hann er svona shift í þannig komin á ferðina, þannig að hann var að komast á línuna og það er náttúrulega ákveðin leið. Pétur, hann var fyrsti þjálfari minn, kenndi mig það er bara þægilegasta leiðin til að skora að komast á vítalínuna. Hann er góður í því, Justin? Já, hann er góður í því. Okkur gerði það ekkert í fyrri hálfleik en svo bara fór allt í gangi á hann í seinni hálfleik. Já, þetta er líka bara, það er menn að komast í takt við deildina, komast í takt við kontaktin. Líka bara, þú veist, eins og í hans tilfelli, að hann hefur ekki spilað núna, þetta er annar leikurinn hans í einhverja 18 mánuði. En við nýttum jólafrí mjög vel. Við vorum mikið í salnum með honum, hann tók sér 1 dag frí á jóladagur. Þannig að svo vorum við bara í salnum og vorum að koma okkur í rytma og svona, þannig að mér fannst hann svona, hann var mjög flottur í dag og það voru bara margir, Haukur, David, Hörður, Viktor kom sterkurinn, Dúi kom sterkurinn, Tommi, Dimitri, öll 8 manna róteringi, það voru allir mjög einbeittir og ég bara er á því að í þessar 38 mínútur eða eitthvað svoleiðis, ég meina þetta var Keflavík meira yfir í fyrri hálfleik, við vorum svona aðeins að treyla en leikurinn fór aldrei úr böndunum og það var það sem við vildum svolítið hafa hann. Svo bara komum við inn í seinni hálfleikinn og það var svona, það vorum að komast með þolinmæði á hringinn. Þannig að þetta voru svona heilt yfir 38 mjög góða mínútur og svo bara verður spenna í lokin og við náum að klára það. Kærar þakkir, Kjartan, og gangi ykkur vel. Takk og gleðilegt ár, Davíð. Takk svo leiðis.